Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 1. nóvember. Nú innan við mánuður í að við göngum að kjörborðinu Íslendingar og veljum okkur nýtt þing og við hér á Morgunblaðinu á mb1.is fylgjumst náið með þróun mála, ekki síst könnunum sem að prósent vinnur fyrir okkur fylgiflokkana og til þess að ræða þau mál þá hef ég fengið hingað til mín Andrés Magnússon. Ég fæ síðan seinni í þættinu til mín tvo menn úr húsi atvinnulífsins, Jóhannes Þór Skúlason og Gunnar Úlfarsson. Þeir ætla aðeins að fjalla pólitíkina út frá fyrirtækjunum í landinu og hagsmunasamtökunum sem að rýna í gögnin frá flokkunum. Og síðasti hluti þáttarins engin önnur en Svandís Svavarsdóttir, formaður VG, og ég býst mjög hressilega og einörðu samtali hér við hann á eftir. En aftur að þér, Andrés, velkomin á svæðið. Takk enn og aftur fyrir. Þú ert aldrei í meira stuði en þegar það eru kosningar og það nóg að þeim í ár, bæði hér og vestanhafs og út allt. Ég aldrei í meira stuði en þegar eru kosningar og þeir ruggla í því með þér. Já, þá líður okkur best. Algjörlega. Nýjasta könnunin frá Prósent, hún var að detta í hús. Hún var að detta í hús. Það þetta títi? Já, hvort það þetta könnun sem tekin í síðustu viku október og hún var tekin bara þangað til í gær, tekin frá 25. til 31. Þannig 2400 manns í úrtæki, svörunin bara sama og vanlega, það helmingur sem svarar 1200 manns. Og við sjáum að það eru ýmis tíðindi, þau kannski helst að Samfylkingin, hún heldur áfram að lækka bara svona jafnt og þétt, en manni sýnist að það sé helst Viðreisn sem það kemur til góða. Ég sýnist, þú talaði að Samfylkingin hafi verið eini meistaradeild, þetta ekki að verða 2 turna tal núna? Þú getur farið út að halda þig fram þessi 2 turna tal. Ég reyndar ekki sammálaði að það yfir því að Viðreisn þráttur að hún sé að hækka sig og hún núna komin innan vikmarka við Samfylkingu, en hún líka innan vikmarka við Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Þannig að þarna eru þessir 3 borgaralegu flokkar sem að þið hægt að halda fram að sé ykkur á svipuðu reki. Þetta svolítið að fara fram og aftur milli vikna, en Samfylkingin að fara þarna niður. Það sem mér finnst kannski þá vera frekar eitthvað þess að tala það að þetta að skiptast í 2 deildir, það að segja þeir sem verði í deildinni og þeir sem eru við að falla. En ekki Flokkur fólksins þá dansandi á milli deilda þannig? Jú, ef við horfum á þetta, þá sjáum við bara byrjum á Framsókn, sem í 5,8%. Það mjög slæmt fylgi fyrir Framsókn. Flestir gera þó ráð fyrir að þeir eigi eitthvað inni á kjördag eins og oft Þannig að maður vill svona síður segja að Framsókn sé beinlínis í fallhættu, eins og sem aðrir flokkar eru bersýnilega. En það hins vegar, þegar við horfum á Flokk fólksins, hann í 11,2% hann var í 11,4% síðast. Það bara suð milli vikna. Dagsmunur. Já. Dagsformið bara. Já, eða bara mælingin, það hittist þannig á að það náðist í einhvern frekar en hinn. Þannig að ég myndi segja að það ekkit í sjálfu sér að frétta hjá Framsókn, það ekkit að frétta hjá Flokki fólksins. Eða lýðræðisflokknum sem í 1,5%, það að halda því fram að hafa hækkað sér mikið frá 1,1 síðast en þetta eru svo fá svör að það eiginlega varla hægt að halda því fram að það sé eitthvað mikið að gerast þar. En talandi fallhættuna, sósíalistar eru reyndar ekki með mannin á þingi, ekki frekar lýðræðisflokkurinn, þó sósíalistaflokkurinn hafi boðið fram síðast, en þetta eru sósíalistaflokkurinn, þetta lýðræðisflokkurinn, Vinstri grænir og Píratar sem eru þarna á þessu hættusvæði. Já, ég held að lýðræðisflokkurinn það þarf að eiga sér stað eitthvað mikið til þess að það breytist þar. Það hefur lítið gerst, hann núna búin að kynna lista og það ekki... Var hjá mér hér á þriðjudaginn líka, Arnar? Það sem ég finnst kannski eiginlega merkilegast í þessu, það með Vinstri græn. Það bara bifast ekki hjá þeim, það ekkert að frétta. Það botfrosið. Það getur nú gerst hér á eftir, Svandís kemur og mun svara fyrir sig og sína? Jú, Svandís öflug kona og en hún verður að fara að flýta sér, vegna þess að það sára lítill tímill stefnu og við sjáum það líka ef við horfum til á Pírata sem eru núna komin niður fyrir þessi 5%, þar sé komnir í fallhættuna. Og það samskonar niðurstaða og blasti við hjá Maskinu fyrir vikunni. Það segir manni að það eitthvað mikið að og þeir eru að falla þarna næstu við 15 innan við viku. Kannski það sé bara mælingar suð aftur, en þeir eru samt sem áður komnir í vandræði og hér geta kannanir haft sitt að segja vegna þess að þær vekja fólk til umhugsunar. Og það erfitt fyrir flokka eins og Pírata, þegar hann komin niður fyrir þetta, þá það ekki bara það að hann þarf að tosa sig aftur upp fyrir 5%.
hann þarf að fara að útskýra fyrir kjósendum til hvers erum við. Erum við hérna bara til þess að vera í andofi eða viljum við alveg gera eitthvað inn á þinginu og þeir hafa enga sérstaklega sögu að segja frá umliðnu kjörtímabili. En ólíkt Framsóknarflokknum þá hafa Píratarnir yfirleitt ekki átt mikið inni þegar kemur að kjördegi. Það yfirleitt þannig að þeir hafa verið að mælast talsvert eða dálítið meira heldur en svo kemur upp úr kössunum. Nákvæmlega, það má eiginlega segja að þeir séu spegilmynd Framsóknar þýlit til. Framsókn á yfirleitt alltaf eitthvað inni. Píratar hins vegar fá yfirleitt mun minna upp úr kössunum heldur en mælingar hafa verið að sýna. Við getum líka hort á annað í þessu samhengi því að menn hefur að tala að fræga fólki sé að koma fram og allt þetta. Nú búið að kynna alla lista og þeir eru bara framkomnir og við fáum síðan að vita væntanlega á morgun hvort að þeir standist ekki allir eða hvort að þeir þurfa að laga eitthvað. Það búið að kynna ýmislegt að nýju fólki fram. Ég held að sé óhætt að segja að Jón Gnarr hafi haft sitt að segja fyrir Viðreisn. Hann hefur bætt einhverju við sem Viðreisn hafði veist mjög erfitt að sækja fram að því. Við erum síðan að sjá að Framsóknarflokkurinn, hann hreyfðist ekki þegar Halla Hrund Logadóttir var kynnt þar í forystusæti í Suðurlandi og það hefur ekkert gert síðan. Við höfum reyndar lítið séð til hennar heldur, en það gerist ekki. Við sjáum það að Samfylkingin, það að hún kynnti lista, það breyti eiginlega engu og ef við horfum á síðustu vikur, þetta bara mjög jafnt fall hjá Samfylkingunni niður. Þessi mál Dags B. Eggertssonar og Kristrúnar, við hefum kannski eftir að sjá betur hvaða áhrif þau kunna hafa. Kannski ekki neinn. Kannski ekki neinn og hérna kannski menn bara lítið svo að Dagur er svo þekkt stærð í íslenskum stjórnmálum að það breytir engu. En það eru tveir flokkar þarna sem að skera sig úr, eru langhæstir. Það eru flokkar sem að vilja að við förum inn í Evrópusambandið. Ef ég kann að reikna þá eru þau með yfir 40% fylgi. Já, sko ég held að það sé eitthvað sem að Evrópusambandir munum miskusti fara að tala Þeir þurfa hins vegar líka þá að svara því en það sem hefur gerst núna er það að Samfylkingin er ekki að tala Evrópusambandið. Meira segja Viðreisn og hún talar mikið evruna og svo framvegis, þeir eru ekki mikið, eða hafi ekki mikið verið að ýta Evrópusambandið. Ég er ekki viss að Jón Gnarr sé alveg á sama stað og flokksforystan það. En við sáum líka mynd sem að Viðreisn birti sjálf á Instagram held ég. Þar sem að þau voru þarna tveir forystumenn flokksins staddir í Kringlunni að ræða við kjósendur og voru með töflu bakvið sig. Það sem við færðin, hvað er það sem að fólki líkur mest að hjarta? Hvar vill að sjá aðgerðir? Og það kemur einhverjum óvart að vextir og verðbólga skiptu mjög marga máli. En þegar kom að Evrópusambandinu, það skipti bara, hvort það voru tveir. Ég held að það hef engin verið og gjaldmiðlamann nánast engin. Þetta var í Firði í Hafnarfirði. En þá er líka verið sagt Hafnfirðingana þeir séu skynsamt fólk upp til hópa. Já, alveg örugglega sko, en þetta segir sína sögu svolítið það að stjórnmálaumræðan, hún hefur verið að færa svolítið til. Þessir flokkar, ég meina Samfylkingin var eiginlega ekki neitt á Evrópuumræðuna fyrir nokkrum árum, Viðreisn var beinlínis stofnuð það, en það mál einhvern veginn virðist vera úr sögunni og þá það, hvað hafa þeir fram að fara? Við verðum með miklu nákvæmari upplýsingar upp úr þessari könnun meðal annars skiptingu þingsæta í Morgunblaðinu á morgun. Þú ert að fara núna í að vinna það fyrir okkur lesendur, þannig að við hlökkum til að sjá nánari greiningu á þessu strax í fyrramálið við fyrsta kaffibolla. Jú, þróunum á allt saman og hver veit, kannski bara þetta með að vera með spádóma líka. Ja, það líst mér vel á, en það skrifar stjörnusspána fyrir mokkan. Já, eins og allir þetta. Hvetu auðvitað alla til þess að gerast áskrifendur á Morgunblaðinu til þess að fá þessar ítar upplýsingar varðandi kosningarnar og annað það sem að heyrir helsti tíðindag hér heima á erlendis. En bíðið við hér eftir örskamma stund, tveir góðu menn úr húsi atvinnulífsins sem að ætla að ræða stöðuna í kosningunum. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Nýr og gjörbreyttur Hyundai Santa Fe kominn til landsins. Komdu og skoðaðu þennan byltingarkennda jeppa sem tilbúinn í næsta ævintýri með þér. Hyundai Kauptúni.
Já, þetta voru tölurnar frá Andrisi Magnúsin og prósenti. Það ýmislegt að gerast greinilega á milli flokkana, einhver hliðrun að verða á fylginu. En ég fengi hingað til mín 2 góða gesti, reyndar ekki frambjóðendur, allt við þessu vann. Þetta er Jóhannes Þór Skúlason sem er framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og Gunnar Úlfarsson sem er hagfræðingur viðskiptaráðs. Komið sælir. Takk fyrir. Ég kalla ykkur eiginlega til svona kannski til að hvíla áhorfendur dálítið frá svona þessari beinu pólitík. Þið eruð ekki frambóðið, þið eruð ekki að sanna ykkur fyrir einum eða neinum. Ég veit að þið hvor á ykkar vettvangi rýnið mjög í það sem að flokkarnir er að segja, lofa eða hóta. Ég veit ekki hvernig maður er að orða þetta. Er þetta ekki rétt, Jóhannes? Jú, við gerum það og við höfum verið að taka þetta saman og fylgjast með umræðinu undanfarna, mánuði skulum við segja og höfum tekið saman til dæmis núna pakka sem við erum að kynna fyrir félagsmönnum okkar í dag og birtum á vefnum þar sem við erum svona aðeins að bregðast við og benda á að umræðum atvinnugreinar verður að byggja á staðreyndum og gögnum, ekki tilfinningu og töfralausnum og það hefur svona borið aðeins á því að stjórnmálin hafa viljað, ég segi bara hreint út, kenna ferðaþjónustu ýmislegt sem að þeim finnst aflega að hafa farið í samfélaginu og staðreyndirnar hins vegar tala sínu máli og sýna fram á að þótt að ferðaþjónusta sé hluti af því sem að er að gerast í samfélaginu og þetta hafi einhver þrýstingsáhrif hér og þar, þá er hún sko fráleitt og langt frá því í raunin að vera helsti hvata liðurinn gagnvart hlutum eins og verðbólgu, þrýstingi á húsnæðismarkað, auknu húsnæðisverði og svo framvegis. Það er talað einmitt þessi 2 atriði oft og iðulega meðal annars hér við þetta borð húsnæðisliðin, þar að segja að innflutningur á vinnuafli fyrir ferðaþjónustuna sé að valda óbærilegum þrýstingi á húsnæðisverð og húsnæðismarkaðinn og þar með þrýstingi á verðbólgu og reyndar önnur ruðningsáhrif greinarinnar í þá veru. Þarna getum við til dæmis skoða það bara að það er einföld staðreynd að fjölgun erlends starfsfólks í ferðaþjónustu á árunum 2017-2023 sem hefur verið nefnt svona sem tímabil aukningar að hún er bara svona svipuð og fjölgun erlends starfsfólks hjá hinu opinbera eða í iðnaði. Hún er ekkert meiri, hún er aðeins minni en í iðnaði og örlítið meiri en hefur opinbera. Þetta er allt í kringum svona 4.000 manns á þessum tíma. Þannig að taka ferðaþjónustuna sérstaklega út fyrir sviga bara heldur engu vatni. Þannig að það eru svona atriði sem við erum aðeins að benda á og eins og segi, benda á að stærsti hluti til dæmis hækkunar húsnæðisverðs verður á tímabili, ef við skoðum þetta bara, það sem að vextir eru í lágmarki í faraldrinum og í tímabilinu þar á eftir frá svona janúar 2020 til október 2022 vegna þess að peningar eru ódýrar á Íslandi. Á sama tíma er hvað að gerast í ferðaþjónustu. Það er ekki þrýstingur, það er bara ekki ferðamenn á landinu. Íbúðarnir í skammtímalegunir að hlaðast út á markaðinn og svo framvegis. Þannig að það verður að horfa á þessa hluti í þessu heildarsamhengi og það er einfaldlega bara óábyrgt að vera að bjóða almenningi fyrir kosningar upp á það að taka einhvers konar svona töfralausna framsetningu sem að beinist að einni atvinnugrein umfram aðra áhrifaþætti. Arnar Þór Jónsson kom til mig hér fyrir örfáum dögum og nefndi það að það þyrfti að setja komugjöld á ferðamenn vegna þess að þeir væru að valda of miklu álagi á innviði. Þetta sé nú ekki síst að vísa þar í vegakerfið og annað. Eru þið alveg fráhverf hugmyndum það að það verði einfaldlega verðmiði inn í landið? Við teljum að það sé ekki skynsamlegt að setja gjöld sem að ferðamaðurinn er að horfa á áður en hann velur sér áfangastað. Það er miklu skynsamlegra að horfa á gjaldtöku af ferðaþjónustu á þeim grundvelli að við séum að horfa á álag á ákveðna staði og við vorum allir með stóra ráðstefnu álagsstýringu á fjölsóttum ferðamannastöðum núna bara fyrir nokkrum vikum þar sem að komu saman stjórnkerfið og greinin og erlendi fyrirlesarar þar sem vorum að ræða akkurat þetta. Það er rauninni miklu skynsamlegri nálgun vegna þess að skattar eða önnur gjaldtaka, hvort sem er á svona komugjöld eða á grunnvörurnar eins og gistingu, bílaleigu eða flug. Þetta er allt saman hlutir sem að fólk ber saman þegar það er að taka ákvörðun hvaða áfangastað það vill, hvort það vill koma til Íslands eða Noregs eða Svíþjóðar eða Finnlands og það er skynsamlegt fyrir okkur að nota orðfæri stjórnvalda, bara reyna að ná peningum að fólki þegar það er komið. Þá er það komið og vill nýta búið ákvæða hvert það fer, vill nýta sitt fé til þess að fá góða upplifun og það er það sem við eigum að reyna að veita því. Þannig að það er mun skynsamlegri nálgun. Gunnar, þú fylgist með þessu líka en kannski aðeins á víðari grunni heldur en bara út frá ferðaþjónustunni. Hvernig finnst þér orðræðan í garð atvinnulífsins í þessari kosningabaráttu sem er rétt farin af stað? Já, ég verð að segja, við tökum bara undir með Jóhannesi að það er mikið töfralausnir í þessari baráttu en það eru engar nýjungar og við höfum bara undanförnu á viðskiptaráði verið að fjalla þessi mál sem er svo mikilvægt fyrir pólitíkin að blína á. Sérstaklega núna þá er það að ná betri böndum á ríkisfjármálin, taka aðeins til þar
ná niður verðbólgunni, stuðla að lækkun vaxta, þannig að við getum aftur hort á veg bara til vaxtar. Hvernig horfum við fram á við? Mér finnst þetta áhugaverður punktur sem við dragið fram núna varandi skattheimtu til dæmis á ferðaþjónustuna því að okkar mati á viðskiptaráði þá á skattkerfið að vera hlutlaust á atvinnugreinar. Það á bara stuðla að jafnræði, milli greina og afla tekna fyrir ríkissjóðs með bara einn skilvirkum hætti og undir. Menn er ekki að vera að setja gjald hér, gjald þar, gjald hinsveginn til að ná fram einhverju sín sem þeir hafa á samfélagið og horfa síðan í fyrsta lagi algjörlega fram hjá þeim ófyrirsjáu áhrifum sem allar þessir skattar hafa í för með sér, hvernig þetta brenglar milli, ekki bara milli atvinnugreina heldur líka innan atvinnugreina. Við líka höfum svolítið verið veltaði fyrir okkur núna og talar gjaldtöku á ferðamannastöðum að þetta eitthvað sem má líta til í víðara samhengi að þeir sem að nýta sér þjónustuna þeir greiði fyrir hana. Ég held að þetta sé líka ágætt tækifæri þarna í innviðauppbyggingu í vegasamgöngum. Og eitt varandi þetta, þá langar mig að benda á það hvað þú dregur fram Jóhannes með þessa sérstöku skatta. Ég held við höfum aðeins að spyrja okkur hvers vegna leggjum við til dæmis skatta á áfengi og tóbak? Því við viljum minni neyslu á því. Hvað halda menn að gerist þegar við leggjum svona sértæka skatta á atvinnugreinar, þegar við hækkum skatta á fólk, hækkum skatta á fjármagn. Ef við hækkum skatta á fólk og fjármagn, þá það alveg víst að vinnuframlag fólk minnkar, fjármagnið það fer eitthvað annað. En í umræðunni eins og ferðaþjónustuna finnst manni og reyndar fleiri atvinnugreinar að menn eru bara hreint og beint á móti vexti greinuna, telja bara það eigi ekki að vaxa meira. Það ekki bara ferðaþjónustuna, það má nefna laxeldið og fleiri slíkar þar sem að það eru stórir hópar sem að einfaldlega segja það komið nóg og við eigum að nota gjaldtöku til þess að sporna við því að þetta fari úr böndunum með einhverju móti. Já, einmitt, maður heyri það að menn ætla núna að virðast kynna það að reiða á bara skattkerfið til að stýra hagkerfinu. Við lítum ekki á það. Við lítum ekki á að það eigi að vera þannig. Við teljum eins og ég segja að það var hlutlaust gagnvart atvinnugreinum, stuðla að sem bestum lífskjörum, annars vegar bara með því að stuðla að meiri verðmætasköpun sem byggir þá undir góð lífskjör í landinu og annars vegar þá að vera skilvirk tekjuöflun til að halda uppi þeim velferðarkerfum sem við viljum svo sannarlega halda uppi í þessu landi. Ég held þetta sé engin spurning, en við viljum ekki að menn fari algjörlega yfir þegar það kemur að því að handstýra hagkerfum með sértækum sköttum og gjöldum hér og þar. Ég tek undir þetta. Þetta er hlutur sem að verður að horfa til og menn megi ekki gleyma því og við erum stundum svolítið fljóta að gleyma því hvað var að gerast fyrir 10 árum síðan eða 20 árum síðan. Staðreyndin er svo að menn segja stundum að við megum ekki vera með öll eggin í sömu körfun og þá að meina að ferðaþjónusta sé orðin stór. Hún er vissulega stór, hún er 9% af landsframleiðslu, en hún er sannlega ekki eina eggið í körfunni. Við vorum ekkert fyrir mjög löngu síðan með eggin í raun og veru í mjög fáum körfum í sjávarútvegi og málmframleiðslu í útflutningnum. Og síðan þá höfum við bætt við iðnaði og útflutningi iðnaði og síðan ferðaþjónustu sem hefur í rauninni stækkað þetta gríðarlega mikið og er nýja eggið í körfunni. Og það er mjög mikilvægt að átta sig á því að stjórnmálamenn verða að halda áfram að hlúa að þessari atvinnugrein vegna þess að hún hefur bæði skapað það bil helming allra starfa á landsbyggðinni utan höfuðborgarsvæðisins á 10 árum fyrir faraldur. Hún hefur líka í rauninni gjörbreytt og umbylt efnahagslífi landsins þar sem að í fyrsta sinn síðan 1947 hafa verið mörg ár af samfelldum jákvæðum viðskipta og viðskiptajöfnuði. Þannig að sem þýðir að Seðlabankinn er með óskuldsettan gjaldeyrisforða, við erum með stuðning við gengi, stuðning við aukin lífskjör og kaupmátt sem við höfum ekki haft áður. Þetta er stór hluta ferðaþjónustan sé á afslætti skattarlega séð af því að stór hluta þessu er í lægra skattþrepi 11%, menn segja af hverju er ekki ferðaþjónustan í 24% eins og bara aðra greina. Það er mjög auðvitað að svara þessu. Þegar að Seðlabankinn spáir fyrir efnahagsmálin í framtíðina, þá notar hann nokkuð sem kallaði þjóðhagslíkun. Ríkisstjórnin nota síðan niðurstöður þessara þjóðhagslíkana til þess að byggja ákvarðanir sínar á. Ferðamálastofa hefur svona þjóðhagslíkan sem hefur verið gert af færustu hagfræðingu þjóðarinnar sem er bara sama tæki. Það þjóðhagslíkan hefur verið notað til þess að meta bara einfaldlega hvað gerist í hagkerfinu ef að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu er hækkaður úr 11% í 24%. Við kynntum þessa skýrslu í febrúar, hún er unnin sjálfstætt og niðurstaðan er einfaldlega sú að ef að þetta er hækkað upp í 24%, þá hefur það neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu, það hefur neikvæð áhrif á landsframleiðslu, hagvöxtur minnkar til framtíðar og það sem mest er vert,
að skattarnir sem fólk telur að muni skila sér, þeir gera það ekki. Og að skattarnir inn í framtíðina verða jafnvel lægri heldur en þeir hefðu annars orðið. En væri þetta ekki röksemd gagnvart bara öllum atvinnugreinum? Getur með ekki sett þetta inn í þjóðarslíkan og sagt, já þá eigum við líka að vera 11% eins og ferðaþjónusta? Það má vera, en það sýnir reynslan úr öðrum Evrópuríkjum, einhverjum 7-8 Evrópuríkjum sem hafa reynt þetta, að þegar að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu er hækkaður, þá verða þetta niðurstöðunar. Þegar hann er lækkaður hins vegar, að þá aukast jákvæð áhrif á hagkerfið. Og þarna þarf að horfa til þess að þetta er samkeppnismál vegna þess að virðisaukaskattur á ferðaþjónustu er nánast í öllum Evrópuríkjunum með 1 eða 2 í lægra þrepi. Og þannig að þetta er stórt samkeppnismál fyrir greinina. Þannig að stundum hefur verið kvartað yfir því að ferðaþjónusta sé búin að prísa sig út af markanum. Sömu stjórnmálamenn hafa síðan talað um að það þurfi að hækka virðisaukaskatt. Það myndi allt fara beint út í verðið sem því myndi klárlega prísa okkur út af samkeppnismarkan. En nú eru til dæmis eins og sjávarútvegurinn sem er svona einn af burðarásónum í okkar hagkerfi, eitt af krúnu djásnunum til margra áratuga. Þeir greiða sérstök auðlindagjöld hér sem að þekkist ekki annars staðar, samt gengur hann betur hér heldur en í flestum öðrum löndum. Er það ekki bara til margs að það sé bara gott að skattleggja menn svolítið og láta það hafa meira fyrir þessu? Já, ég held nú kannski að það veiðigjaldi hefur ekki verið á til dæmis frá upphafi og þetta er ekki grein sem hefur alla tíð staðið undir sér. Það er að byggja hann upp hægt og bítandi þannig að við sjáum hérna á Íslandi með samkeppnishæfast sjávarútveg í heimi. Við sjáum það þegar við lítum til nettó tekjuöflunar af sjávarútvegi OECD-ríkja. Það er bara jákvæður í Íslandi af öllum öðrum OECD-ríkjum. Ég held að hann er arðbær eins og í Noregi, en þar aftur á móti nota þau líka beita þau svolítið niðurgreiðslu ríkisstjórninni í sjávarútvegi. Þannig að þar töpum við þessum nettó skattekjum. Ég verð aðeins að stoppa sko, Jóhannes. Ég heyrði, þú voru að passa hvað þú segir kringum. Ég heyrði núna verið með 3 stofnanir sem gera þjóðhagslíkön. Ég veit ekki hvað það gæti verið fleiri þarna. Mér finnst það líka áhört bara þegar við tölum um að nú erum við komin inn á eitt þessi bara af mínum uppáhaldsumræðefnum og það eru skattarnir og við erum reynda búin að ræða það núna í nokkuð tíma. Er að ein af þessum töfralausnum sem maður heyrir flokka vera að boða er það að núna eigi að hækka, skrúfa upp fjármagnstekjuskattinn til að loka fjárlagagatinu. Skoðum það í aðeins meira samhengi hvað þýðir að skrúfa fjármagnstekjuskattinn. Í fyrsta lagi það má skoða hvað er verið að skattleggja. Það er annars vegar verið að skattleggja ævisparnað fólk sem er á sínum eldri árum. Þetta fólk hefur gegnum tíðina greitt mikla skatta, lagt mikið til verðmætasköpunar. Ég er ekki viss um að þau þurfa að fara að borga 25% af tekjunum sínum af sparnaðnum í skatta. Svo er líka hægt að líta á fjármagnstekjuskattinn sem einhvers konar frumkvöðla skatt. Þú ert að leggja skatt á fólk sem kemur sér saman að stofna fyrirtæki, hefja rekstur. Þetta er mjög göfugt markmið og skiptir sköpum þegar kemur bara verðmætasköpun hérna á Íslandi. Sumir halda því fram og þetta er eitt af útspilunum sem voru kynnt núna sem Samfylkingin kynnti í vikunni. Það er að loka hinu svokallaða EHF-gatti og þar eiga menn við að þú greiðir lægri skatta með því að greiðir út fjármagnstekjur úr fyrirtæki en að greiðir út sem laun. Þetta er kallað EHF-gattið. En þegar betur er að gáð, þegar þú ætlar að taka fjármagn út úr félagi, þá þarftu í fyrsta lagi að borga af því tekjuskattlögaðila 21%, svo greiðir af þeim sömu fjármunum 22% fjármagnstekjuskatt. Þetta gerir effektívan skatt upp á 38%. Og ef við berum núna saman við launatekjur, við skoðum að meðalvirkur skattur, tveggja einstaklinga fjölskyldu með hvort það var 1 eða 2 börn, að virkur skattur þeirra er 30%. Þannig þetta gat sem menn ætla að loka, það er ekki bara til, heldur það í hina áttina. En eru menn ekki að meta þetta út frá efsta skattþrepinu, ríðlega 46%, þar að segja þegar menn eru konum með 1200 krónur í tekjur eða meira, þá ættur að vera að greiða 46% af hverju krónu sem þú færð í kassan umfram það? Já, það eru vissulega bara svo fáir þar. Ég er að benda á það að meginstabbinn af fólkinu er í kringum 30%. Þannig að þú skoðar að jafnaði hvernig skattur lagður á fjármagn og fólk, þá munar þarna 8% stigum hærra á fjármagn. Það sem skiptir líka máli er það sem ég var að segja og kom alveg eins með að eins og Jóhann tala um komugjöld, hún leggur á skatta til að draga úr einhverju. Þessi skattahækkun, hún myndi draga úr fjármagni hérna á Íslandi sem er súrefnið fyrir allar atvinnugreinar. Þetta fjármagn, það er náttúrulega, þið þekki hversu auðvelt það er að flytja það til. Þetta er einn músasmellur. Við verðum að tryggja að umhverfið okkar sé samkeppnishæft, ekki bara á Íslandi, líka í alþjóðlegu samhengi. Það þarf til dæmis að taka tillit til fleiri þátta þegar kemur að fjármagnstekjuskatti eins og verðbólgu.
hún er hærri hér, skatturinn leggst á nafnaávöxtun, ekki raunávöxtun. Það þarf líka að loka fjárlagagatinu sem að stefnir í að verði 41 milljarður á næsta ári. Þið voruð að taka saman hjá viðskiptaráði þetta með skúffufé. Ráðherrarnir að dæla út, hvað er þetta, tæplega milljarður á ári til hérna á þessana? Sko, þetta var, til að koma aðeins þetta, þá voru við sem að rýna fjárlögin og sjá bara hvar væri hægt að spara fé og við lögum til 9 hagræðingartillögur sem myndu loka fjárlagagatinu. Og við skoðum þetta nokkuð vel. Svo vorum við að skoða, svo rákum við augun í fyrirspurn frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur sem hún spurði þá ráðuneytin út í styrki til félagasamtaka, frjálsra félagasamtaka ráðuneytana. Við rákum augun í þessa fyrirspurn, þarna voru 2,5 milljarður. Þetta er fé. 2,5 milljarður? Já, sem stór hluti þessara fés, hann kom hvergi fram í fjárlögum. Einhver hluti gerði það vissulega, en það var mestmegnis framlög sem voru hjá utanríkisráðuneytinu og fara í alþjóðlega þróunarsamvinnu. Rauða krossinn og fleiri? Já, það voru sem sagt styrkir sem lágu fyrir samningurum, en stór hluti þessara samninga, þeir birtust hvergi í fjárlögunum, ef þeir birtust þá var þetta svokölluðum safnliðum sem að almenningur hefur enga forsendur til að meta hvað fer í og þetta virðast ráðherrar og ráðuneyti bara nota til að deila út fjármunum hingað og þangað. Og eins og ég segi, þetta stakk verulega augun að sjá þessa peninga, því þetta verið að útdeila fjármunum, það er ekkert gagnsæi, við vissum raunins ekkert að þessi fjármunum verið til fyrir þessi fyrirspurn kemur, vissum ekki til hverja það voru að fara, núna hefur við þetta yfirlit, en við vitum ekkert við vitum ekki í hvað er þetta að fara. Ég get ekki dæmi að til dæmis eins og Alþýðusamband Íslands fekk millifært 15 milljónir, Landssamband eldri borgara líka, Neytendasamtökin rétt yfir 20 milljónir. Á ári? Já, þetta er árið 2023. Við vitum náttúrulega ekki hvað það var í ár, við vitum ekki hvað það verður á næsta ári. Í þessu fjármunir birtast. Er þetta ekki áskriftatekjur bara? Það er spurning, maður hefur miklar áhyggjur á þessu og bara viðskiptur að við erum miklir talsmenn þriðja geirans frjálsra félagasamtaka, en ég verð að segja, maður setur spurningamerki við frjáls félagasamtök þegar þau reiða svona mikið á tekjuöflun á ríkissjóði. Jónas, þú varst nú í forsætisráðuneytinu frá 2013 til 2016, hvernig voru skúffurnar munstraðar hjá ykkur þá? Það er náttúrulega allur gangur á því hvernig þetta er og ég held að það sé rétt sem að Gunnar segir, þetta er allt frá því að vera styrkir í þessu sem köllum skúffufé sem að bara koma inn styrkumsókn og svo er hún veitt og kannski lítið annað á skjölum eða samningu sem liggur á bakvið upp í það að vera samningar á fjárlögum sem er sumt af þessu og síðan er kannski hluti af þessu líka það sem að ríkið er að á grundvelli stefnu sem sett hefur verið í viðkomandi ráðuneyti eða þingi að kaupa þá þjónustu af félagasamtökum, frjálsum félagasamtökum sem er að veita þjónustu sem er ekki til dæmis veitt í heilbrigðiskerfinu eða einhvers staðar annars staðar og er þá í rauninni bara útgjöldin myndu þá leggjast til einhvers staðar annars staðar í ríkinu ef þetta væri ekki gert svona. Ég er í rauninni sammála Gunnari með það að það er skynsamlegt að á bakvið þetta liggi þá samningar það í hvað féð er eða minnst í hvað féð á að fara og að það sé skýrt með hvaða hætti það er nýtt og hvaða þjónustu þá verið að kaupa og eftir hvaða stefnu er verið að fara og þannig að þetta liggi fyrir og kannski þarf bara meira gegnsæi þetta og ég held að það væri bara hinu góða. Þetta er þarft verkefni hjá ykkur, hjá viðskiptaráði, kannski rétt í lokin að því að þið eru líka áhugamenn um pólitík, ekki bara það sem þeir eru að segja um viðskiptalífið. Ég fór yfir þess að tölum með ykkur hérna áðan og Andrés Magnússon búinn að rekja þar líka. Maður tekur eftir því að Evrópusambandsflokkarnir tveir, þeir eru komin við 40% fylgi, Vinstri grænir eru fastir botnfrosnir þarna við 2,6%. Hvernig líst ykkur á þessar tölur og næstu 4 vikurnar? Ég held í sjálfu sér að það sé of snemmt að segja hvernig þetta komið til með að þróast. Þú hljómar eins og prófessor í stjórnmálafræði? Ég hef ekki lagt náma þau fræði en jú, vissulega aðeins og snemmt að segja hvernig þetta kemur til með að þróast. Ég held að maður ánægður að sjá hvað það virðist vera ákveðin hluti stjórnmálaflokka sem er að tala inn í þessa skynsemi, ekki að koma með þessar töfralausnir svokölluðu. Svo er það hinn armurinn og maður hefur svolítið áhyggjur af því hvernig í hvora áttina þetta kemur til með að þróast á næsta árum. Verða fleiri innan tóm loforð eða verða menn raunhæfir? Ég held að þetta sé mjög flókið á svona stuttum tíma fyrir þá sem eru í neðri endanum á deildinni.
Þinn gamli flokkur, Framsóknarflokkurinn bara alveg við það dett út? Það eru ýmsir þarna í fallhættu, skulum segja. Þannig og það getur verið mjög flókið. Nú náttúrulega búin að vera sá fasi að flokkarnir búin að vera að raða fólki á lista og reyna að slá keilur með því. Það svona fyrsti fasinn. Svo fara málefni áherslurnar að birtast meira núna. Og ég myndi segja að það er ákveðið áhyggjuefni fyrir flokka sem að hafa lagt mikið í að bara raða fólki á lista og koma þessu vel frá sér og sjá ekki strax einhvers konar árangur af því í könnunum. Það á ekki bara við í fallbaráttunni, það er líka, myndi ég segja, áhyggjuefni fyrir flokka eins og Sjálfstæðisflokkinn að vera ekki búin að hreyfast hraðar upp listan. Já, hann virðist bara frekar vera að færast niður. Já, móti getum við sagt að miðflokkurinn hefur verið að falla í könnunum núna nokkur prósentustig og áhugavert að sjá það virðist ekki vera að færast yfir á Sjálfstæðisflokkinn sem að kannski margir áttu vona og myndi fara þarna á milli. Viðreisn er að gera mun betur kannski, heldur en að kannski flestir áttu vona. Er það Jóngnar? Ég held að hljóta að vera einhver hluti af áhrifunum og á móti kannski fylgi Pírata að þeir eiga erfitt á móti. Þannig að það ég sammála Gunnar, ég held að þetta verði á gríðarlega mikilli hreyfingu. Þetta er alls ekki búið spil fyrir neinn. Það eru gríðarlega, ég held að þetta verði gríðarlega þétt og hörð kosningabarátta. Og við eigum eftir að sjá málefni áhersluflokkana og hvert þetta fer. Ég held að húsnæðismál, útlendingamál og svona þessi efnahagsmál með verðbólgunni í forgrunni verði þessi svona 3 kannski stóru mál sem að verða mikið rædd. Og það eru síðan stórir þættir líka hér í samfélaginu eins og verkfall kennara, mögulega verður það allan nóvember frá kosningum, við vitum það ekki, hvað áhrif getur það haft. Það eru kosningar í Bandaríkjunum á þriðjudaginn, þar gætu orðið tíðindi sem að fólki fellur ekki við og túlka hér yfir á stjórnmálaástandið með einhverjum hætti. Það er margt framundan sem að getur haft mikil áhrif á þetta. Þannig ég held að þetta eftir að verða miklu flökti bara þangað til alveg dagana fyrir kosningar og reynsla sýnir að 30-40% fólks bara ákveða sig síðustu 2-3 dagana. Ég held að það sem munir koma til með að breytast er að þegar að menn koma með svona skýrari útspil, nákvæmlega hverju þau ætla að breyta. Í fyrsta lagi, ef flokkar er ekki með skýra afstöðu og sértækar tillögur, þá held ég að fólk sjái frekar auðveldi í gegnum það. Þannig að þetta er til dæmis eitthvað sem á að skýrast, hvað breytingar flokkarnir boða í raun í aðgerðum og þetta er held ég eitthvað sem að kjósendur þyrstir í, að vita hvað menn ætla nákvæmlega að gera. 4 vikur til stefnu, ég held að menn þurfa að hafa hraðan á að kynna þessar konkrét tillögur. Ég held að því að við erum báðir svona atvinnulífstalsmenn þá kannski þetta svona koma þeim skilaboðum út til flokkana að það skiptir máli að umræða atvinnulífið almennt og atvinnugreinar einstaka í samhengi við þær lausnir sem verið að boða, það byggist á virðingu fyrir hlutverki atvinnulífsins í samfélaginu. Atvinnulífið í samfélaginu hefur það hlutverk að byggja upp lífskjörin í landinu. Og þessu má ekki gleyma. Atvinnulíf og fyrirtækjarekstur er ekki bara andlag skattheimtu ríkisins. Skattar búa ekki til verðmæti. Það eru fyrirtæki sem búa til verðmæti. Takk ykkur kærlega fyrir komuna, Gunnar Úlfarsson og Jóhannes Þór Skúlason. Hér eftir örskamastund, Svandís Svavarsdóttir, hún ætlar að koma hér í hressilegt spjall, ekki daginn og veginn, heldur pólitíkina og áherslur VG fyrir kosningarnar sem verða nú í lok mánaðar. Væntanlegt í sjónvarp Símans Premium. Útilega. Ekkert drama, bara gaman. Þú veist, á að taka allt saman eða? Ég fara! Þessi útilega þetta að ferða þig algjörður rugg. 17. október í sjónvarpi Símans Premium. Þú þarft ekki að flýta þér, en þú getur það. Gripið og greitt í Bónus. Við höfum sofið vel í 30 ár og erum því ávallt vel vakandi. Nú bjóðum við 20-30% afslátt á afmælisdögum Betra Bags. Betra Bag í 30 ár. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl, hingað komin Svandís Svavarsdóttir sem formaður Vinstri grænna. Hún siglir krappan sjó þessa dagana í aðdraganda kosninganna og við ætlum að fara yfir stöðu flokksins og það sem liggur fyrir í kosningunum þann 30. nóvember næstkomandi. Blessuð og sæl. Sæll ertu. Velkomin á svæðið. Takk fyrir. Þú tekur við sem formaður VG.
þegar að Guðmundur Ingi ákveður að bjóða sig ekki fram, sumir segja nú að þú hafir orðið formaður flokksins strax þegar að Katrín lét af embætti út af forsetakjörun í vor. Frá því að þú tekur formlega við, þá eiginlega fer bara allt í hund og kött í pólitíkinni. Já, þetta á sér nú lengri aðdraganda eins og þú veist. Já. Og það náttúrulega þannig að það hefur verið mikið óyndi í Sjálfstæðisflokknum í þessu samstarfi langt skeið. Og í raun og veru má segja bara eins og þú þekkir innan Sjálfstæðisflokksins ákveðin spenna gagnvart samstarfinu og var það strax í raun og veru á fyrra kjörtímabilinu. 2018 voru þingmenn að skrifa greinar gegn mér sem heilbrigðisráðherra innan úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Í fyrra þá fórum við að sjá greinar og viðtöl þar sem að einstakir þingmenn töluðu það að nú væri nóg komið eða tími málamiðlana í liðin, það var svona orðalag sem var notað. En samstarfleikar hófst reyndar á því að 2 þingmenn VG neituðu að styðja stjórnina. Já, síðan, en ef ég má bara klára, síðan þá gerist það að þegar það kemur að því að það verða þessar breytingar á okkar pólitíska umhverfi í raun og veru og Katrín fer til annarra verka, að þá okkur auðvitað ljóst að það verða mikla breytingar. Þegar manneskja pólitíkus af þessari stærðargráðu fer út á sviðinu, þá auðvitað hefur það mikil áhrif. Og okkur var það ljóst að samstarfið var orðið þungt. Það lá algjörlega fyrir, en það má segja að það hafi verið ýmsar ytri aðstæður, sjálf lenti í veikindum, hún fer í forsetaframboð sem að gera það verkum að þetta ár verður svona óvenjulegt og þegar að Bjarni tekur við að þá verður okkur það fljótlega ljóst að það honum megn í raun og veru að halda flokknum saman og þú þekkir það náttúrulega sem sjálfstæðismaður, hvort sem að það fyrir eða síðar eða hvernig það Ég nú hér í krafti fjölmiðilsins en ekki einhvers flokkskírteinis, það er ólíkt hér. Einmitt, nákvæmlega, og þá eftirlega hlutlaus fjölmiðlamaður. En ef ég má aðeins klára, sko, þá það líka sko, vandi Bjarna í raun og veru, sem við sjáum kristallast í þessum aðdraganda og síðan í raun og veru ákveðin endurómur á árinu 2017, að honum ekkert sérstaklega vel lagið að leiða saman ólík sjónarmið eða halda fólki við borðið eða tala fólk saman eða tala það fram til niðurstöðu. Bjarni á eftir að koma hér í viðtal og ég eftir að fara yfir það með honum. En mér langar að spyrja út í þetta með þingmennina sem fóru að tala gegn þingmeirihlutanum. Ég ítreka það sem að margir mun að það voru 2 þingmenn Vinstri grænna sem að neituðu að styðja stjórnina strax 2017. Þannig að þessar brotalamir á samstarfinu komu fyrst fram þá þegar stjórnin var mynduð og þá úr ykkar herbúðum. Þannig að þetta má rekja lengra aftur. Varandi Bjarna Benediktsson og forsætisráðherra tíð hans þennan skamma tíma, þá gengið frá samkomulagi myndun annars ráðuneytis Bjarna. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, núverandi varaformaður VG, hann handsalar samkomulag við Bjarna það að taka með ákveðnum hætti á útlendingamálum, á orkumálunum og á ríkisfjármálunum. Svo þegar þú tekur við, þingið ykkar kemur saman, þá segið þið, nei, þetta ekki boði, við erum ekki að fara í þennan dans með ykkur. Guðmundur Ingi studdi þessar tillögur inn á þinginu eins og ekkert væri. Ekki hægt að halda því fram að hann sé ekki maður orða sinna? Nei, sko þetta sem þú vísar til þarna sem samkomulag og það náttúrulega leiðilegt sko þegar að fólk í fjölmiðlum sem að eiga náttúrulega standa fyrir það að tala veruleikann og staðreyndir eins og þær eru þegar að farið rangt með og þegar það gert ítrekað. Var ekki samkomulag það að taka á þessu mál? Ef ég má klára. Að þá það þannig að það var gert ráð fyrir því að við byggðum okkar samstarf á gildandi stjórnarsáttmála og það var með það sem við héldum áfram. Það voru engir stafir settir á blað eða tiltekinn pappír settur á borðið. Hvorki að þér varðar þau mál sem að síðan hafa verið talin upp né önnur mál. Við töluðum það að byggja á því samkomulagi sem var og að við myndum sýna þessu samstarfi hollustu og það gerðum við. Síðan var það sjálfstæðismönnum ofar í huga að koma á lokuðum varðhaldsbúðum fyrir flóttafólk heldur en að sinna inngildingu eða aðlögun fólks af erlendum uppruna. Og það var slíkt áherslumál að sjálfstæðisflokkurinn í raun og veru lét steita á því ásamt öðrum málum og hélt því síðan fram
að þetta hefði snúist það að við hefum verið að ganga bak orð okkar þegar það var í raun og veru þannig að ég sagði það að við gætum ekki fellt okkur við þessar varðhaldsbúðir, að Guðmundur Ingi hafði sagt það líka og raunar hafði Katrín Jakobsdóttir látið það líka koma fram í samskiptum við hina flokkana. En þið viljið frekar að þetta fólk sé þá vistað á Hólmsheiði eins og menn gera núna til þess að uppfylla þessa alþjóðasáttmála? Já, sko, mér finnst að við þurfum að tala þessi mál í víðara samhengi, sko. Við erum í ákveðnu veruleika og við erum í ákveðnu veruleika sem að lítur að því að við höfum skuldbindingar við alþjóðasamfélagið og við þurfum að taka þátt í því sem að gengur á í veröldinni þegar sífellt fleira fólk að flótta. Og þessi lokuðu búsetuúrræði nokkuð tíman hefur verið. Og þessi lokuðu búsetuúrræði eru við lýði í öllum þeim ríkjum sem við berum okkur saman. Já, ég veit að fólk sem er í þessu horni, sjálfstæðismenn, eru uppteknari af þessu tiltekna atriði, en það sem skiptir mestu máli er inngildingin. Vegna þess að við erum að tala svo mikla fjölgun á fólki inn í okkar samfélag og það lítur náttúrulega að því að við erum að tala að við þurfum að gæta flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna, við þurfum að vera í EES og sinna okkar skuldbindingu þar, við viljum kalla eftir sérfræðingum utan EES og við viljum passa upp á það. Fjölgunin hefur verið þannig að það er 20.000 manna aukning af erlendum uppruna frá 2021 og það skiptir máli þá að þetta er veruleiki sem er hluti af samfélaginu núna. Já, þú ert að blanda saman tveimur hlutum. Það er annars vegar innflytjendur sem að hinga að koma til að vinna og annað og svo er það annar hópur sem að kemur hér til að leita alþjóðlegri vernd. Nei, ég er líka að tala um flóttamannasamninginn. Já, og þar eru við bundin alþjóðlegum samþykktum og allar þær þjóðir sem við berum okkur saman við. Ert þú að leggja til eitthvað annað heldur en þessar samþykktir? Ég er ekki að leggja annað til. Ég er að nefna það að þessi lokuðu búsetuúrræði sem að menn hafa lagt áherslu á til þess að ná stjórn á landamærunum, ná stjórn á óstjórn á landamærunum? Já, ég ætla að fá að varpa upp einni mynd hérna fyrir þig. Þetta er mynd úr viðtali á Stöð 2 við mann sem heitir Abd al-Rahman al-Sak og er fjölskyldufæðir sem hefur komið hingað til lands og ber okkur ekki vel söguna fyrir það hvernig við höfum komið fram. Það átti að vísa honum að landi brott í fyrra en það hefur nú ekki enn verið gert. Við ætlum að fá að varpa upp hér annari mynd sem er reynda tekin af Gazasvæðinu. Þetta er frá útför Baha Abu al-Atta sem var leiðtogi Islamic Jihad. Þetta er frá 18. eða 12. nóvember 2019 fyrir átökin á Gazasvæðinu. Þessi ágæti maður sem mætti viðtala á Stöð 2 og gengur hér göturnar eins og fínn maður, hann er einn af forsprökkum þessara líkfylgdar. Þessi maður er augljóslega tengdur hryðjuverkasamtökunum Islamic Jihad. Finnst þér við hafa stjórn á landamærunum þegar þetta er staðreyndin? Ég skil ekki spurninguna. Hér eru við með menn sem ekki vísað á brott. En hvað ertu að leggja til? Það sem ég er að spyrja er, hvað ert þú að leggja til? Ég er að segja, þið eruð ekki að vísa þessum mönnum á brott. Þið eruð ekki með lokuð búsetuúrræði, viljið það ekki, þú talar bara inngildingu. Hér ganga menn og götunar sem eru tengdir hryðjuverkasamtökum. Eru hér við útför einhvers blóðþyrstasta hryðjuverkamanns síðar ára. Er það til marks um það að þið hafið stjórn á þessum aðstæðum? Já, það er nú reyndar þannig að hvort sem að það er dómsmálaráðuneytið eða landamærin hafa verið á hendi Sjálfstæðisflokksins langt árabil. Þannig að ef að þar eru vandamál, þá eru þau vandamál þaðan uppbrunnin. Þú segir að við eigum ekki að vera með lokuð búsetuúrræði og við eigum ekki að taka á þessum málum heldur að leggja áherslu á inngildingu. Já, ég segi það. Vilt þú inngildingu manna sem kom úr þessum hópum? Nei, við skulum alveg skoða það. Við skulum alveg skoða það þegar er að ræða fólk sem að stunda glæpastarfsemi. Þetta er hinn fallni leiðtogi? Ég hef ekki mótmælt því. Ég hef ekki mótmælt því. Þú vilt ekki grípa til aðgerðana þannig að það sé hægt að gera það? Ég vil hins vegar segja að þetta snýst það að samfélagið hefur tekið breytingum og mér finnst það þyngra en tárum taki að fólk sem er úr þínu horni í stjórnmálalegri umræðu Ég er að spyrja það spurningar sem þú getur bara svarað fyrir. Ég veit að þér finnst þetta ekki gaman en þá er það í raun og veru þannig að við verðum að horfast í augu við það að löndin í kringum okkur sem að lenda í vandræðum, það er vegna þess að inngildinguna hefur skort. Það snýst fyrst og fremst það. Þessir menn, ef við fáum aftur myndina hérna á útförinni. Þá erum við að tala um tungumál,
Við erum að tala félagslega aðlögun, við erum að tala að börnin geti verið í íþróttum og félagsstarfi Trúir þið í alvörunni að þessir menn sem þú sér hérna þessum myndum, að þeir séu að fara að aðlegast okkar samfélagi og taka upp okkar gildi? Ég trúi því í alvörunni að það sé mjög varhugavert að upphefja þannig umræðu að þú ákveðir það að fólk með tiltekin hörundslit eða af tilteknum trúarbrögðum eða af tilteknum bakgrunni sé í sjálfu sér ógn við samfélagið. Það heitir rasismi. Það er það sem það heitir. Nei, ég er að segja, það heitir rasismi ef þú tekur tiltekna hópa út frá trúarbrögðum, uppruna eða litarhafti og hengir á þá að þau séu hættulegri fyrir samfélagið. Það heitir rasismi. Ert þú í rónni með það, Svandís, að menn með tengsl við Islamic Jihad, einhver ógnvænlegustu hryðjuverkasamtök í heimi, stiki hér göturnar á meðal barnanna okkar? Ég er aldrei í rónni með það að það sé þannig að alþjóðleg glæpastarfsemi eigi hér inn greiða leið, enda höfum við í VG tekið þátt í breytingum og lögreglulögum og svo framvegis til þess að stemma stigu við því og bæta samstarf lögreglunar og alþjóðlegum vettvangi. Þú ert á móti lokuðum búsetuúrræðum til þess að koma þessum mönnum úr landi? Ég er á móti því ég er á móti því að koma upp varðhaldsbúðum fyrir fólk á flótta. Ég er á móti því. Förum að öðrum málum. Þú stýrðir verkefnum í gegnum matvælaráðuneytið, auðlindin okkar. Það er mikið rætt og þegar verið að ræða fjármögnun á verkefnum ríkisins. Ríkið er rekið á næsta ári með 41 milljarðs halla ef að líkum lætur. Þá eru eiginlega allir flokkar sem að nefna tækifæri til þess að sækja auknar tekjur til sjávarútvegsins. Þið hefði lagt til fráfarandi matvælaráðherra að þetta sé aukið, að menn vilja hækka skatt eða virkan skatt á botnfisktegundir í 71% og í 83% í tilviki uppsjávarveiðanna. Hvernig vilt þú sjá gjaldtöku á sjávarútveginn? Frumvarpið sem að hefur verið í farvatninu og snýst það að hækka veiðigjöldin úr 33 upp í 45% á stórútgerðina og þá kannski fyrst og fremst uppsjávarflotan, er eina forsendum fjárlaga sem að liggja núna í nefnd. Það háttar að vísu þannig til að til þess að ljúka þessum tekjuhluta þá þarf að koma sérstakt frumvarp frá matvælaráðuneytinu. Ég hef ekki séð það frumvarp ennþá. Hvernig vilt þú skattleggja atvinnugreinar? En þar erum við að tala 2 milljarða hækkun á tekjum inn í samfélagið á ársgrundvelli. Sem að skiptir auðvitað miklu máli en er líka bara mjög sveiflukennt og fer auðvitað eftir því hvernig loðnuvertíðin liggur frá ári til árs og skiptir miklu máli. Ég hef lagt áherslu á þennan þátt en ég hef lagt meiri áherslu í raun og veru á það þegar við erum að tala sjávarútveginn. Annars vegar á mikilvægi þess að það sé gagnsæi í sjávarútvegi og að við séum með aðgengilegar upplýsingar hagsmunatengsl, fjárhagsleg tengsl, eignatengsl og svo framvegis. Og ekki bara í sjávarútveginu sjálfum, heldur líka gagnvart öðrum félögum og fyrirtækjum, bæði í verslun og í fjölmiðlun og svo framvegis. Þú ert að fara með umræðuna langt út til, ég er að spyrja þú út í gjaldtöku á auðlindinni. Þetta snýst nefnilega líka það. Nei, það snýst ekki það. Jú, þetta snýst nefnilega líka það vegna þess að... Það er annað mál. Nei, þetta er sama málið. Þetta er sama málið vegna þess að ef þú ert ekki með gagnsæi í því hvernig farið er með þessar heimildir og hvernig þær eru síðan ganga kaupum og sölu milli aðila eða milli stiga í keðjunni, að þá ertu mögulega að verða af tekjum fyrir samfélagi. Og þess vegna er gagnsæi forsenda þess. Þetta er annað mál. Nei, þetta er sama mál. Þetta er pólitískt mjög klókt að þig. Já, þakka þér fyrir það. En 83% virkur tekjuskattur á uppsjávarveiðum. Að það sé þá ef að uppsjávarfyrirtæki skila 1 milljón í tekjur eða hagnað, þá viljið þið taka 830.000 af því þannig að skilji að það verði eftir 170.000. Er það ekki rétt skilið?
Jú, og ég meina, ég skil vel að þú skulir hafa áhyggjur af þessu. Ekki reyna að spyrða mig við. Nei, ég ætla alls ekki að spyrða. Þú eru líka að sýna mér lágmarksvirðingu hér. Það skal ég gera og miklu meira en það. Ég skal sýna þið bara. Nei, þú ert búin að reyna hér að stempla mig með ýmsum hætti sem mjög óviðkvæmur. Já, það er náttúrulega. Blaðamannafélagið myndi ekki athugasemd við ef ég væri ekki starfandi á Morgunblaðinu. Já, það væri þannig. Þannig að, nei, en það sem ég langar til að segja er sko að við höfum auðvitað orðið fyrir þeim viðbrögðum frá útgerðinni að útgerðin hefur miklar áhyggjur af hugmyndum í þessa veru og það gildir SFS núna og þau hafa í raun og veru hreyft andmælum við öllum þessum hugmyndum, alveg sama hvort að það er hugmyndir hækkun eða hvort að það er hugmyndir gagnsæið. En finnst þér sanngjarnt að af hverri milljón sem að þeir afla í hagnað? Má ég kannski klára? Já, en ég verði eiginlega að fá já eða nei við því. Finnst þér það sanngjarnt að af hverri milljón sem að þessi fyrirtæki hagnast að sinni starfsemi að þá fari 830.000 til ríkisins og 170.000 til fyrirtækisins. Mér finnst sanngjarnt að fyrirtæki sem að í raun og veru njóta góðs af því að afla af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar með þessum hætti leggi myndarlega til samfélagsins. En ég verð að segja það að SFS áður LÍU og fyrirrennarar þess skuli vera á móti öllu sem að heitir gjaldtaka á þessa starfsemi. Það er ekki nýtt. Þetta er ekki svar við spurningunni. Nei, en ég er alveg við það. Spurningin er þessi og nú ætla ég að segja sögur fortíðinni. Ég þekki félag botnvörpuskipa og alla þessa fortíð. En manstu eftir því þegar við horfðum hérna á svarthvítt sjónvarp þar sem að LÍU var að gráta yfir öllu sem að gekk á. Þú manst ekki eftir því en þú getur séð það á YouTube ef þú leitar vel. En það er þannig að útgerðin hefur alltaf barmað sér. Það er alveg sama hvað þau gengið vel. Og þess vegna verðum við sem erum í stjórnmálum að stilla okkur það að draga taum hennar og annara sérhagsmuna í samfélaginu. Rétt. Og gæta að hagsmunum heildarinnar. Það er það sem við verðum að gera. En aftur á spurningunni, ef að sjávarútvegsfyrirtæki skilar milljón í hagnað, finnst þér sanngjarnt að ríkið taki 830.000 af þeim hagnaði og að eftirstandi 170.000? Ég meina, ég er bara að segja þér með almennum hætti, þetta reiknistæmi geti vel átt við, en ég er að segja að það þarf að leggja myndarlega til samfélagsins. Þá ætla ég að spyrja, vegna þess að þið eru með mjög öflug umhverfisstefnu hjá VG, sem ég hef lesið í þaula og haft ánægju af. Já, og lært utan að? Nei, ekki alveg, en svona mestum. En þið leggið það til sem sagt að stærstu hluti fiskiskipaflotans verði með endurnýjanlega orkugjafa árið 2036 og hann verði reyndar allur orðinn keyrður á endurnýjanlegum orkugjum árið 2040. Nú kostar meðal togari og uppsjávarskip svona á bilinu 7-10 milljarða. Hvernig eiga þessi fyrirtæki að geta fjárfest í þessum búnaði ef að þú kemst til valda og tekur 830.000 krónur á hverju milljón sem þeir hagnast af? Já, þetta er nú mikið drama sem þú ert að draga upp hérna. Nei, ég er bara að spyrja, ég næ ekki að láta dæmið ganga upp þegar ég setja þetta upp í Excel. Það er náttúrulega þannig að við gerum ráð fyrir því þegar við erum að tala orkuskipti í slíkum lykilatvinnugreinum að það yrði stuðningur í slíkt. Þannig að þið ætla að taka að peningin og setja á milli vasa. Að það væri hægt að gera það í gegnum sérstök orkuskiptaframlög og ég meina það er bara þekkt að gera það með þeim hætti en mér langar að segja samt sko að því að þetta sem þú tekur þannig út úr stefnu VG með 2036 þetta er bjartsýnt. Þetta er mjög bjartsýnt. Þetta er óraunsætt. Og það hef ég frá því að eftir að hafa verið ráðherra sjávarútvegsmála og talað við mjög marga sem eru í þessum geira, þá er ofsalega mikill og ríkur vilji til þess að fara í orkuskipti og það er mjög ríkur vilji til þess að þróa greinina inn á grænar brautir. Og við eigum hér fyrirtæki sem eru til fyrirmyndar á heimsvísu í þeim efnum og bara í nýtingu á aflanum og verðmætasköpuninni sem hefur farið fram með stórstígum hætti undanfarin ár. En skiljið þið þá rétt að þið viljið taka 83% hagnaði fyrirtækjanna til þess að geta styrkt þau aftur til þess að reisa skip sem eru með endurnýjanlegum orkugjöf? Ja, þetta er allt saman samhengi og það skiptir máli. Finnst þér þetta skynsamleg leið? En mér langaði til þess að, ég meina það, stjórnvöld eru nú oft og iðulega að reyna að hafa áhrif á þróun mála og þarna erum við að tala um það að hafa áhrif á það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem er í sjálfu sér mikilvægt markmið fyrir mannkynið, fyrir vistkerfi jarðar og fyrir okkur og fyrir framtíðina. Spurningin lítur að því ekki betra að fyrirtæki noti sjálfsaflafé sitt til þess frekar heldur en að stjórnmálamenn fara útlutaði til fyrirtækja eftir hentugleika? Það er ekki, stjórnmálamenn hafa umboð frá kjósendum
og ef að kjósendur vilja það að við leggjum áherslu á loftslagsmál, þá gerum við það meðal annars í gegnum slíkar ákvarðanir. Ég hef trú á því að það sé skemmra undan heldur en leit út fyrir á tímabili að þessi orkuskipti geti farið fram. En þau sem að best þekkja til í þessum geira segja mér að það þurfi að eiga sér stað stórstígar tækniframfarir til þess að það geti gerst og mér finnst það mjög spennandi að það geti gerst og ég hef trú á því að Ísland geti þar verið í fremstu röð. Til þess að orkuskipti geti á sér stað þá þurfum við orku, rafmagn. Við framleiðum mikið rafmagn nú þegar en okkur vantar rafmagn því að nýlega fréttin eins og í viðskiptamókanum í þessari viku þá kemur fram að það megi búast við hækkunum á raforkuverðum 20-40% með það sem við sjáum að heildsölumarkaði þessa dagana. Hvað til ráða í þessu? Þið eruð ekki mjög innkeypt fyrir því að við virkjum meira. Já, við höfum nú bara alltaf sagt að við þurfum að einbeita okkur á því að sú orka sem við öflum sé til heimila og fyrirtækja og sé til innlendra orkuskipta. Það áhugavert að núna við í raun og veru að framleiða 3000 megavött eða 20,2 teravattstundir og þar af hafa 1000 gigavattstundir bæst við síðan 2017. Af því stundum talað eins og ekkert hafi gerst frá 2017 en það hefur gerst en 80% af þessari orku fer til stóriðju. Og raunar það svo að gagnaverin eru í raun og veru að taka rúm 1000 gigavattstundir meðan að öll heimilin eru að taka 900. Ertu á móti uppbyggingu gagnavera? Ég held að það væri skynsamlegt vegna þess að ef við erum alltaf að tala, ef við göngum út frá því sem að þú opnaðir þína spurningu á og þú segir okkur vantar orku, þá spyr ég okkur vantar orku í hvað? Vegna þess að eftirspurnin mun alltaf vera til. Ef ég segi okkur vantar orku í gagnaver? Já, þá myndi ég setja spurningamerki. Ég meina, við þurfum að segja hvar eigum við að forgangsraða vegna þess að við erum með verðmæti sem eru íslensk náttúra og við þurfum að vera sparsöm þegar kemur að því að taka ákvarðanir orkunýtingu og orkumannvirki og einbeita okkur að því að setja það í það sem að við forgangsröðum, sem innlend orkuskipti og heimilin. Erum við sammála að heimurinn þurfa á gagnaverum að halda? Vegna samskipta, vegna gervigreindar sem að umbylta læknavísindum? Með þessari útleiðslu, við þekkjum þessa umræðu sem að endar þá væntanlega með því að við höfum siðferðislega skyldu gagnvart heiminum til þess að virkja gullfoss, sko. Nei, skilurðu, þú getur bara haldið áfram þarna, eigum við ekki að taka þetta hinga til okkar og svo framvegis. En við höfum líka... Þú þannig að svara sjálfur en við höfum líka skyldur við náttúrulandsins og vistkerfi jarðar. Það þannig að þetta snýst ekki bara og við höfum skyldur þegar við erum með stærstu óspjölluðu víðerni í heimi sem eru íslenska miðhálendið sem var nú reynd að tala að verja í stjórnarsáttmála sem að stundum vísað í. Það eru fleiri lönd sem að hafa náttúruauðlindir að ganga og það eða að beita orkugjöfum sem eru spillandi, kol, olía, gas og annað. Sem eru að nýta þessar auðlindir til þess að keyra gagnaverin sem að meðal annars gera okkur kleift að senda út þennan þátt hérna, sem gera þér kleift að koma skilaboðum á þína kjósendur í gegnum Facebook, að aðstoða okkur inn á Landspítalanum í að efla læknavísindin og þannig geti ég áfram talið. Getum við sagt, við ætlum bara að afla orku fyrir heimilin á Íslandi og vera sjálfum okkur nóg með það, svo geta hollendingarnir og bretarnir og kínverjarnir og indverjarnir og kenýjabúarnir, þeir geta tekið af sínum auðlindum til þess að efla okkar lífsgæði. Ég að segja það að standa vörð íslenska náttúru, að það varðstaða sem mikilvæg og okkur ber skylda til að gera það af nærfærni og virðingu, bæði fyrir vistkerfunum, víðernunum og komandi kynslóðum. Ég að segja það já. Og ég að segja það að það ganga á þessa náttúru með nýtingu, það þarf að gera það varlega. Vegna þess að ef við gerum það ekki varlega, að þá lendum við í því að það mun alltaf verða viðbótar eftirspurn, það mun alltaf koma ákallum meiri nýtingu og þá munum við að lokum enda með því að ganga of nærri verðmætum sem að verður ekki mælt í
í neinu í raun og veru vegna þess að þau skipta okkur svo miklu máli bara sem Við þurfum að fara varlega en okkur fjölgar og það þarf að skapa störf og við vitum það líka að orkuframleiðsla í falli við lífsgæði þeirra þjóða sem við berum okkur saman við. Hvalárvirkjun á Vestfjörðum, 55 megavött. Ertu fylgjandi því að ráðast verið þá framkvæmd? Ég hef ekki verið fylgjandi þeirri framkvæmd. Ég hef ekki verið það. En Hvammsvirkjun sem 92 megavött. Hún nú komin fram hjá öllum þeim ákvarðanatökum sem til eru, þannig að hún mun væntanlega hafa sinn gang. En ertu fylgjandi? Ég tel að það hafi, að þau virkjunaráform hafi valdið miklum sárum í heimabyggð og ég held að það sé slæmt þegar það gerist. En mér langar bara til þess að halda því til haga að því að þú ert að draga þetta sérstaklega fram að náttúruvernd hefur kannski ekki verið efst á blaði í íslensku stjórnmálum. Hún dúkkar upp svona í kringum tiltekin svæði, við munum eftir deilunum Eyjabakka eða Kárahnjúka eða eitthvað slíkt. Það allt verið undirlagt í þessum málum, það hefur ekki verið hægt að reisa eina raflínu öðruvís en að landvernd og náttúrugrið og aðrir haldi því í gísling og fjölmiðlar eru undirlagðir. Já, það er einmitt, það er þetta orðfæri, að við getum ekki sammælst það að standa vörð íslenska náttúru, heldur lítum á það sem eitthvað konar tap að passa upp á náttúruna. Já, býtu nú við. Að það finnst mér raunalegt að hægrivængurinn skuli allur raða sér upp í það að vilja ganga á rétt náttúrunar og mér finnst það dapurlegt og ég myndi vilja sjá og ég held reyndar að Samfylkingin sé að leggja til 5 teravattstundir til viðbótar á næstu 10 árum eða slíkt. Samfylkingin í raun og veru algjörlega skila auðu í náttúruverndarmálum, það er rétt. En þið segið í ykkar ágætu stefnu sem ég vísaði í að þið viljið til dæmis tryggja flutningsnetið. Hvað með Suðurnesjalínu 2? Það sem að Suðurnesin eru algjörlega í spennitreyju út af jarðhræringum og slíku. Ert þú fylgjandi því að Suðurnesjalína 2 nái fram að ganga? Já, ég meina það verður að leysa það mál. Ég er algjörlega sammála því að það þarf að leysa það mál. Það þarf að leysa það mál. En nú hafa þessi ágætu samtök sem ég vísaði í, þau hafa og eru enn að gera allt sem þau geta til að koma í veg fyrir að af þessari framkvæmd geti orðið. Þú verður að segja kjósendum áður en kemur á kosningum, hvoru megin raflínunar í þessum efnum stendur? Hvor stendur með Suðurnesja búum sem að telja sig þurfa að fá Suðurnesjalínu 2 eða stendur með landvernd og náttúrugriðum sem að leggja nótt við 19 dag til að koma í veg fyrir þessari framkvæmd? Ég stend með rétti náttúruverndarsamtaka til þess að gera athugasemdir og stöðva framkvæmdir árum saman. Ég meina þau eru að nýta sinn rétt samkvæmt lögum, samkvæmt Árósasamningi, samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum. Og finnst þér eðlilegt að svona framkvæmdir tefjist í 20 ár? Þetta er lagaumhverfið sem Alþingi hefur samþykkt. Ertu sátt við það umhverfið? Mér finnst það mikilvægt að rödd almennings og náttúruverndarsamtaka komist inn í ákvarðanatökuferlið, já. En býtum langstærstu hluti almennings, 97% almennings eru bara ósammála þessu viðhorfi. Þannig að þetta eru 3% sem eru að stoppa þetta. Og raunar er það nú þannig að hvort sem að litið til náttúruverndarlaga eða innleiðingar Árósasamningsins í íslenska rétt, að þá er hvort tveggja rætur rekja til þess tíma þegar ég gegndi embætti umhverfisráðherra á sínum tíma. En finnst þér eðlilegt og mér finnst það alveg ofboðslega mikilvægt að almenningur og náttúruverndarsamtök geti áttu rödd í svona mál. En finnst þér eðlilegt, til dæmis eins og með línulagninguna frá Norðurlandi og yfir á Grundartanga sem að myndi vera ígildi heillar virkjunar fyrir okkur í raforkunýtingu, við erum með blöndu á 70% snúningi eða hvað það er að því að það er ekki hægt að koma þessari línu upp. Finnst þér einhver hemja að þessi rödd sem að þú til að heyrast að hún geti tafið slíkar framkvæmdir á annan áratug? Þetta er ekki spurning að koma sjónarmiðum á framfæri. Þetta er bara, ég veit ekki hvort það sé tilræði við meira hluta. Já, þetta er allt saman lögboðnir ferlar sko. Já, en lögboðnir ferlar eru mannanna verk. Já, þeir eru það. Og þeir eru mikilvægir. Heyrðu, þá langar mér til að ræða við þig aðeins heilbrigðismálin. Mér langar til að draga hér upp eina myndi viðbót. Ég er svo gaman að varpa upp myndum á þess að fallegu skjá okkar. Þetta er eiginlega þrautabraut núna. Veistu hvaða fallegu strá þetta eru? Nei. Þetta er Mosavegur í Grafarvogi. Árið 2021 undirritaði þú samning við Dag B. Eggertsson það að reisa hjúkrunarheimili á þessari lóð. Þú varst á heilbrigðisráðherra og búin að vera í 4 ár. Þið sögðuð að framkvæmdir myndu hefjast þá þegar 2021 og að framkvæmdir myndi ljúka 2026 og
þarna átti að reisa 140 rýma hjúkrunarheimili. Ég tók þessa mynd á Mosaveginum á minna ágættu læka myndavél í gær. Þetta er rosalega flott hjá þér. Ég held ég ætti að vera að þekka hvers konar puntur þetta væri, þetta strafa. Við erum ekki grasafræði hér. Nei, ok. Við fórum nefnilega beint úr náttúruvendinni yfir í þetta. Hvað með, vonandi er það ekki vegna náttúruvendar sem að þið hafið ekki byrjað á þessu framkvæmdum. Hvernig stendur á því að þið undirritið svona samninga? Þú verður að spyrja Reykjavíkurborg að því. Við erum búin að spyrja það þeir sem það standi ekki á sig. Þið ætluðu að borga 85%. Já, þú verður að spyrja Willum að því. Ég hef ekki komið nálægt þessum málum síðan að þú situr í ríkisstjórn, þú ert formaður VG. Já. Þú undirritar samningi. Já, það er bara flott hjá þér að vera vel lesin, sko. En ég bara hef þetta ekki á Hraðbergi, en ég get náðið þessar upplýsingar. En hvernig stendur á því að stjórnvöld, en þú veist sem einna leiðtogar stjórnarflokkana að við erum með fráflæðisvanda í Landspítalanum. Ég er ekki með upplýsingar þetta á Hraðbergi. Mér finnst þetta er spennandi og áhugaverð spurning en svarið færðu ekki í þessum þætti vegna þess að ég hef ekki aflað mér upplýsingar. En hvað segir þetta stefnu stjórnar? Nú er fráflæðisvandi Landspítalans staðreynd. Ég hef spurt forstjóra Landspítalans út í þetta mál. Hann segir að þessi 140 rými myndu fara langt með að losa fráflæðisvanda alls spítalans. Þið eru stjórnarherrar, ykkur er ekið hér á glæsilegum og ráðherrabílum og ekki lengur, nú er ég bara að keyra sjálf. Já. En þið getið ekki leyst svona mál. Þið getið sett 28 milljarða í hælisleitendakerfið ári. Þetta er verkefni sem átt að kosta innan við 8 milljarða. Ég held að almenningur í Íslandi spyrji, hvað er þetta fólk að gera? Er þetta Willum að kenna? Nei, þetta er ekkit Willum að kenna og í raun og veru hafa verið teknir frá peningar í uppbyggingu hjúkrunarheimila miklu meira heldur en við höfum geta komið í lóg af ýmsum ástæðum og meðal annars samskiptum við sveitarfélögin sem að þú ert með dæmi hér og fráflæðisvandinn sem að er bara mjög alvarlegur og við sjáum bara með fjölgun aldraðra hlutfallslega þá mun hann bara vaxa. Við munum ekki leysa hann bara með því að fjölga hjúkrunarrýmum, við munum leysa hann líka bara með því að bæta heimahjúkrun og heimaþjónustu sem er ofsalega mikilvægt að sé í þeim anda að við komum til móts við hvern og einn. Fólk hefur mjög mismunandi vilja þegar að því að gamalt fólk er nefnilega alls konar fólk, við tölum stundum eins og gamalt fólk breytist í einhvers konar tegund þegar það kemst yfir einhvern aldur en það hefur bara mismunandi vilja, sumir vilja vera innan aðra, sumir vilja vera heima þessu lengur og svo framvegis en stuðningurinn þarf að vera fyrir hendi. Ég held að prógrammið sem var sett af stað bæði af Guðmundi Inga og Willum sem undir yfirskriftinni það er gott að eldast sem að snýst að samþætta þessi kerfi að þau séu meira að tala saman, félagsþjónusta sveitarfélagana, heilbrigðiskerfið og heilbrigðisþjónustan, heimilin sjálf, fjölskyldunar, fólkið, samtök eldri borgara og svo framvegis, sé alveg opaslega mikilvægt skref. Ég hef líka sagt það og sagði það oft þegar ég var í heilbrigðisráðuneytinu að við eigum að leggja meiri áherslu á dagþjálfun, við eigum að leggja meiri áherslu á það að fólk geti verið heima á nóttunni helgar en geti farið í einhverja svona þjónustu eða samveru með öðrum yfir daginn. En þau fyrirtæki sem að veita besta þjónustu í þessum efnum, langaöflugustu hjúkrunarheimilin sem að koma best út í öllum samanburði, þá reynda við heilsugæsluna líka. Þetta eru einkarekin fyrirtæki, einkareksturinn er algjör eitur í þínu beinum. Þú leggur stein í götu einkarekstur sem hvar sem þú kemur því við. Já, einmitt. Ég hef lagt áherslu á það og gerði það þegar ég var heilbrigðisráðherra. Þá lagði ég mjög miklu áherslu á það að styðja við opinbera heilbrigðisþjónustu og ég talaði sérstaklega fyrir heilsugæslunni að leggja aukið fjármagn í Landspítala og þar sem að hinn marg umræddi fráflæðisvandi náttúrulega er og það skiptir þessuna miklu máli að hann sé fjármagnaður vel. Hann lagast ekki fyrir nú lagar hjúkrunarheimilin. En líka það sem að kallað er þjónustu tengt fjármögnun, það sem að við erum í raun og veru með augun betur á boltanum í því hvað fjármagnið er að fara í raun og veru í rekstrinum, af því þetta er alveg gríðarlega stór eining að byggja upp nýjan meðferðarkjarna. Það skiptir líka mjög miklu máli, þannig að við getum farið með þetta inn í framtíðina. En einkareknu fyrirtækin, þau fá jafn mikla peninga með þjónustunni eins og hinn opinberu. Einkareknu fyrirtækin er að fara betur með peningin og veita betri þjónustu. Af hverju ertu á móti? Já, þetta er nú bara einhverja fullaringar, sko. Nei, hörðu Svandís. Nei, byrju, ef ég má bara... Horfum á heilsugæsluna. Þar er einkarekna heilsugæslan, hún er betur mönnuð, hún er í betra húsnæði, það eru styttri biðlistar, það eru þjónustukannanir sem að staðfesta það líka að þær koma betur út heldur en opinberu stöðvarnar.
Þetta ekki bara einhverja fullyrðingar, þetta staðreyndir. Já, en það náttúrulega líka ákveðnar skyldur sem að hvíla á opinberu heilsugæslunni höfuðborgarsvæðisins og því fylgir aukið fjármagn. Sem að lítur að því að sinna nemum, að sinna ákveðinni skráningu og ákveðinu utanumhaldi. Og því fylgir aukið fjármagn. Ef þú myndir láta það aukna fjármagn fylgja til einkareknu stöðana, þá myndir það geta sinnt þessu líka ekki. En það sem ég ætla að segja það, og mér hefur fundið skipta máli, það að sú þjónusta sem að við erum að kaupa sem ríkið eða sem Sjúkratryggingar Íslands af einkaaðilum sem eru að veita heilbrigðisþjónustu, að þau kaup séu á grundvelli einhvers konar greiningar á því hvað þarf og hvað þarf á grundvelli heilbrigðisstefnu og mats á því hvers konar heilbrigðisþjónustu þörf en það ekki slíkt mat eiga sér stað bæði gagnvart þeim opinberu sem veita þjónustuna og einkaaðilum. Og er gert. Þessi greining á sér stað þar líka og í heilbrigðisstofnunum alls staðar út land. En ef að einkaaðilarnir sýna fram á það að þeir geri þetta betur, veiti betri þjónustu, af hverju semur ekki við þá? Af hverju varstu til þess að mótið því varandi mjaðmarskiptaaðgerðina sem voru ódýrari hér heima heldur út í Svíþjóð? Sko það sem að ég hefði viljað sjá. Þú fórst illa með opinbert fé með því. Það sem ég hefði viljað sjá varðandi liðskiptaaðgerðirnar og ég held að hefði verið farsalasta leiðin í því. Sko vegna þess að liðskiptaaðgerðir eru nefnilega margskonar og það mismunandi mikil áhætta að baki hverri aðgerð fyrir sig. Og þar með þetta setja mismunandi verðmið á þær? Akkurat, þess vegna þetta setja mismunandi verðmið á þær og það sem ég hefði viljað sjá það að við hefðum verið með miðlægan biðlista, líkt eins og í Noregi, þar sem að biðlistin bara gagnsær og við sjáum nákvæmlega hvernig það lítur út og að þyngstu verkefnin séu á 3. stigs sjúkrahúsinu. Það að segja þau sem eru líklegust til að valda áhættu eða kalla á einhvers konar endurkomu eða komplikasjónir í aðgerðinni sjálfri eða á eftir, að þær væru vistaðar þar. En þetta er ekki svarið spurningunni. Nei, þetta heildarsýnin. Já, en ég er að spyrja en veistu ekki heildarsýnina? Jú, en ég er að spyrja af hverju ákvaðst að senda fólk? Ég ákvað ekki að senda fólk. Þetta var fyrirkomulag sem hafi verið í gangi mjög lengi og ég hefði sem heilbrigðisráðherra samið til þess við klíníkina eða aðra að leysa þessar aðgerðir hér heima fyrir lægra fé, heldur að það kostaði á Landspítalanum og hvað þá í Svíþjóð? Nei, það hefði ég ekki getað gert, ekki miðað við stöðuna eins og hún var þá, alls ekki. Það var bara ekki færi leið. Alveg viss? Já, ég er alveg viss um það. En mér langar til að segja sko að því að þú hefur áhuga á heilbrigðismálum, þú hefur náttúrulega kannski mestan áhuga á rekstrarforminu og ég skil það. En heilbrigðisþjónusta snýst það svo miklu leyti inntak, það að segja hvaða þjónusta það sem við erum að veita. Það ekki hægt að veita hana nema að sé verið reikið. Og við erum náttúrulega að horfast í augu við það að hún kemur til með að verða sífellt meira aðkallandi eftir því sem árin líða. Við lifum lengur, við getum lifað sífellt lengur með sjúkdóma, og við erum með hjart- og æðasjúkdóma, við getum lifað lengur með krabbamein, við lifum lengur með sykursýki, alls konar stoðkerfisvanda, endalaust og sem betur fer, og það stórkostlegt og við erum líka að sjá... Það eru hræðilegu einkafyrirtæki, lyfjafyrirtækin út í heimi sem að gera það kleift. Ég er alveg rosalega spennt fyrir því Ísraelarnir sérstaklega. Að það séu til fyrirtæki sem að þróa lyf, mér finnst það mjög mikilvægt. En á sama tíma þá erum við að sjá það að þessi breyting að eiga sér stað að við verðum að horfa meira til lifnaðarhátta, forvarna og þess að við erum að byggja upp samfélag þar sem fólk þarf að geta stundað störf, tekið þátt í lífinu, tekið þátt í samskiptum við sína nánustu og svo framvegis, verið í hlutastörfum, verið í sveigjanlegum störfum, þrátt fyrir veikindi. Þetta er breyting. Vegna þess að við erum kannski vön að hugsa um það að lífið innan gæsalappa sé bara fyrir hrausta og hinir þurfa að vera einhvern veginn í einhverjum úrræðum. En þessi breyting gerir það að verkum að við erum að tala um meiri samþættingu frá öllum hliðum og í raun og veru þá kannski meira að heilbrigðisþjónustan snúist meira það sem stundum er kallað og það er svona nútíma orð inn í framtíðina, heilsulæsi. Það er að segja að við séum betur
nestuð í það og þar eru nú alls konar flottir einkaaðilar sem að geta fundið út úr því að búa til upp og svo framvegis sem að geta tekið blóðþrýsting og alls konar stöðu á heilsunni og gefið signal með það að maður þurfa að fara að láta tekka á sér ef eitthvað fer úrskeiðis og svo framvegis. Og þetta aukna heilsulæsi, það léttir á heilbrigðiskerfinu. Vegna þess að ef við ætluðum bara að manna heilbrigðiskerfið á sama hátt og við erum að gera núna, að þá myndum við enda á því eftir 50 ár að eiginlega allt ungt fólk þyrfti að læra til einhvers konar heilbrigðisvísinda. Mjög hraðberi í þá átt. Þess vegna þurfum við að fara í líka að hugsa eðlisbreytingu á heilbrigðisþjónustunni en ekki bara tala rekstrarform, af því að það festir okkur. Og það er ekki umræða fram á veginn. Örstuðstar spurningar, vilt þú hækka tekjuskatt á almenning á Íslandi? Ég er ekki að spyrja hvort það sé fyrsta eða annað skrefi, ég segi bara, þið ætlaði ekki að gera það? Nei. Ekki að breyta skattþrepunum? Nei. Þá að öllu meira spennandi máli, NATO. NATO? NATO, já. Ert þú fylgjandi veru Íslands í NATO? Nei. Þú vilt að við göngum úr samtökunum? Ég hef verið þeirra skoðunar og Vinstri-hreyfingin Grænt framboð það og telur að okkar rödd að henni fari betur að vera utan hernaðarbandalaga. Við höfum lagt áherslu á það í okkar stefnu og þú hefur vantarlega lesið hana að það hefði verið farsælla fyrir Ísland að við hefðum geta greitt atkvæðum þar sem samfélag á sínu tíma þegar við gengum inn í NATO. Þess vegna höfum við alloft lagt fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu veruna í NATO. Nú gengur Finnar og Svíar í NATO, dauðhræddir við gamla Sovjetið. Já, og ég fylgist með þessari umræðu allri og hún skiptir mjög miklu máli. En það sem að þú er samsamaður þeirri skoðun að við vera utan NATO. Það sem erindi okkar núna að mínu mati og maður finnur það mjög vel á þessum viðsjárverðu tímum og við erum og þú varst að ræða hér sérstaklega átökin á Gaza og svo auðvitað Úkraína og það sem þar að gerast að röddin sem að herlaus og gerir kröfu friðsamlega lausnir aldrei eins mikilvæg eins og akkurat núna og það hefur verið erindi okkar í VG og ég held reyndar sko að það sé það sem að Ísland vill. Það sem að Ísland vill leggja að mörkum að vera friðsælt ríki. Hvernig ættu að verja okkur ef á okkur væri ráðist? Ef við erum ekki í NATO? Ef á okkur er ráðist? Ef að Rússar tæki upp á því? Eða ef að hefndarverkamenn kæmu hingað? Við teljum bara að okkar staða sé öruggari með því að vera rödd friðar. En ef á okkur er ráðist, þá dugar ekki að vera með rödd, þá dugar ekki að stökkva út á tröppur og segja friður vora daga. Nei. Ef það er ráðist á okkur, hvernig eigum við að verja okkur? Þetta er líka spurningum auðvitað að standa með vinum sínum og standa með fólki sem stendur manni nærri og það höfum við gert. Það er ekki vinnur okkar sem að munu ráðast á okkur ef á okkur er ráðist og við erum utan NATO. En ég meina þetta er bara einhver vangavelta. Nei, þetta er veruleikinn sem að margar þjóðir í Evrópu og víðum heiminn standa frammi fyrir. Hvernig getum við varið hendur okkar gagnvart illvirkjum, hvort sem þeir heita Islamic Jihad eða Rússland? Hvernig á Ísland að verja sig ef það er ekki á grundvelli 50 greinar Atlantshafssáttmálans sem að við undirrituðum 1949. Sko því miður að þá er heimurinn að þróast með þeim hætti að líkur á alvöru átökum eru vaxandi og því miður er það líka þannig að ógnin sem að steðjar að samfélögum heims er ekki bara hernaðarógn. En þú ert ekki með svar við spurningunum? Nei, ég bara Þú ætlar ekki að svara henni? Ég er bara að segja að þetta er miklu flóknara mál heldur en það sem að þú ert að leggja hérna. Spurningin er bara hvernig eigum við að verja okkur og þú vilt ekki svara því? Ég er að segja þér það að varnir eru miklu flóknara viðfangsefni heldur en það sem að er rótað í kaldastríðs hugmyndum stríð og hernaðarbandalaga. Segðu Úkraínumönnum það? Vegna þess að þá eru við í raun og veru að tala um það að það getur verið, okkur getur stafað ógn í gegnum stafrænar ógnir, okkur getur staðið ógn af til dæmis bylgjum hægri öfgastefnu sem að vill taka réttindi af fólki, af hinsegin fólki, af konum, af jaðarsettum hópum. Við erum að sjá þessar ógnir rísa núna mjög hátt. Og hvernig ætlum við að verja okkur gagnvart þeim ógnum? Ég spyr. Hvernig ætlum þú að verja okkur gegn þeim ógnum? Og hvernig ætlum við að verja konur gegn þeirri ógn að vera lamdar heima hjá sér?
Það er líka... Þú getur kannski spurt Islamic Jihad mennina sem þeir eru að flytja inn til landsins að þeirri spurningu. Það er líka ógn. Þeir getur kannski verið til ráðgjafur það. Það er líka raunveruleg ógn og löngu áður og því miður er það ennþá þannig að það sést að hús hérna í Reykjavík. Sem heitir Kvennaathvarfið. Sem er staður fyrir konur sem að geta ekki verið öruggar heima hjá sér. Vegna þess að þær eru beittar líkamlegu, fjárhagslegu og andlegu ofbeldi. Og það er veruleiki sem að er heilbrigðisógn, að því vorum að tala um heilbrigði, og er líka öryggisógn sem að konur búa við raunverulega. Og ég til ég hægt að tala um þetta, daginn sem að við getum lokað Kvennaathvarfinu. En það eru líka 3 konur á Íslandi sem að hefur verið nauðgað af hælisleitendum sem hingað hafa komið. Og svaraði þitt við þeirri spurningu hvernig að taka á því er inngilding. Það er reyndar þannig að 13% af konum á Íslandi verða fyrir nauðgun. Ég er að tala um öryggisógnir, ég er að tala um innfluttar öryggisógnir. Ég er að tala um öryggisógnir sem konur búa við. Talaðu við konur um það. Þú drepur þessu bara á dreif. Nei, þetta er raunveruleg ógn sem konur búa við. Óháð menningarsamfélag. Og þið hafið aukið á þá ógn með þessari stefnu. Það höfum við ekki gert. Þið hafið aukið á þessu ógn með þeirri stefnu að drepa málin á dreif og horfast ekki í aug við það að ofbeldi er veruleiki kvenna. Eitt í lokin. Nýr forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, hún sigraði fyrrum formann VG núna í vor. Hún óskaði eftir því að þið tækju sæti í starfsstjórn eins og allir stjórnmálamenn hafa gert við þingrof við svipaðar aðstæður nú hafa komið upp. Þú bara fórst og mokar hún í kassa, óðst út úr ráðuneytinu og skildir alla eftir í lausu lotti með það. Af hverju varst þú af góð til þess að sinna þeim skildum sem að menn gerir í starfsstjórnum við þessar aðstæður? Þetta er nú ekki einsdæmi þessi staða, en ég vil bara segja það sko að því að hér vorum við að tala um formann Sjálfstæðisflokksins. Það var þannig að við sátum saman á laugardegi og ræddum ýmis mál og mín tilfinning og raunar formanns Framsóknarflokksins að afloknu því samtali var að þráðurinn yrði síðan tekin upp í framhaldinu. Síðan daginn eftir var hringdi okkur bæði og okkur tjáð að Guðmundur Ingi Guðbrandsson sagði að þetta hefði ekki komið sér óvart. Þið voru eina fólkið í landinu sem þetta kom óvart. Já, þetta er bara einmitt. En má ég klára að svara þessu? Við skulum ekki tala um Bjarna Benediktsson. Nei, ég veit að þið finnst það ekki gaman. Nei, ég er að tala um Höllu Tómasdóttur, forseta lýðveldisins Íslands. En ég ætla að segja þér það að það sem að gerðist þarna var að mínu mati svo alvarlegur trúnaðarbrestur að ég taldi það ekki farsælt fyrir samfélagið þessar vikur fram að kosningum að við sætum í þessari starfsstjórn. Betra að skilja ráðuneytið eftir stjórnlaust? Já, er það stjórnlaust? Er ekki Bjarni Benediktsson ráðherra í matvælaráðuneytinu og Sigurður Ingi í innviðaráðuneytinu? Þeir setja sig ekki inn í það? Jú, ég hef ekki séð betur heldur en að Sigurður Ingi sé að sinna verkum í innviðaráðuneytinu og hef reyndar haft af því spurnir undanfarna daga. Það þekkir eitthvað til þar? Já, og þegar verið er að tala um málefni Grindavíkur og svo framvegis. En fannst þú ekki sýna forseta lýðveldisins vanvirðingu með því að verði ekki við beiðni um að sitja í starfsstjórninni? Hún bað mig mjög eindregið að íhuga það. Það var þannig sem að það samtala sérst. Nei, ég bara segir, þú varst ekki í þessu samtali, Stefán. Við fáum nú kannski dagbækurnar en að geta út einn daginn. Já, það verða spennandi dagbækur. Heyrðu Svandís, gaman að fá þig. Sömuleiðis. Þetta er örugglega ekki síðasta sinn sem að þú mæti hér á vettvang spursmála. Já, sjáum til. En ég óskaði góðs gengis í baráttunni framundan. Takk. Þið þurfið að hífa ykkur aldeilis upp. Heldur betur, við gerum það. 2,6% er ekki nóg. Við gerum það. Já, gangi vel. Takk. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við verðum hér á þriðjudaginn næsta. Endalaust spennandi efni í aðdraganda kosninga. Þann sama dag ganga Bandaríkjamenn að kjörborðinu og við mögum búast við 160-170 milljónir manna verði þá búin að greiða atkvæði það hver verði í Hvíta húsinu næstu 4 árin. Fylgist með.